En hvað ætlar að stökkva langt maður? Já. Það er allavega markmið sem ég er búin að setja, það er að fara allavega yfir 8,50. Metra? Já. Gaur. Sæl. Það þarf enginn að stökkva það langt maður. 8 metra. Ég held, hvað er svona, hvað segir maður? Ég veit ekki, er eitthvað svona average eða skilur, þú veist, hvað þarf það að stökkva langt til þess að vera í einhverjum? Svona meðalega bestu í heimi. Ég myndi segja 8,30 plus. Þú vildir gera hvað? 8,50. Ég held að Þú vildir vera betri en allir. Já, ok, það er gott markmið. Já. Ég held að fólk var að hoppa kannski einhverja 3 metra eða eitthvað. Það er 3 með, þá erum við komin í lánstökk á atriðinu. Já, ok. Það eru svona kannski 3. Sem þýðir hvað? Þú færð ekki... Þá reynir í rauninni stenduru bara. Já. Og reynir að stökkva slangt og þú getur. Ok. Færð ekki að hlaupa. Ok. Þú ert með einhver Íslandsmetið ekki? Jú, ég er sett með Íslandsmet utanhús í Landstíki. Ok. Það er 8,21. Ok. Já, og þú er innanhús líka. Já, sett. Hvernig munur bara vindurinn eða? Ég held að sé, svona, já, í rauninni, vindur og aðstæður. Náttúrulega, ef þú ert inni. Meðvind. Ef þú ert inni, þá ert yfirleitt alltaf svona í sömu aðstæðum. Alltaf sama heitastigið og engin vindur. En ef þú ert úti, þá náttúrulega getur þú fengið, þú veist, 28 gráður og blúsandi sól og smá gólu. En þú mátt ekki vera með mikið meðvind. Hann má ekki vera meira en 2 metrar á sekundu. Þá í rauninni er árangurinn ólöglegur. En ef þú ert að keppa, segjum við bara í einhverju móti, og það er 3 í meðvind, þú vinnur samt keppnina, en bara árangurinn skráist ekki löglegur. Þannig að þú getur unni keppni og stokkið, þú veist, 8,30, en það skráist ekki sem, þú veist, þinn persónulegi árangur. Það var nú flott hjá þér, en þú varst ekki að gera þetta. En býtuðu, þú ert þá, hvað þú sagðir, 8,25 21 og hvað svo er 8,30 er svona... Það er svona, ef við horfum á þá sem eru svona bestir í heiminum, þeir eru að stökkva að meðaltali yfir 8,30. En þetta er mælt frá því bara hvar lappirnar að lenda það? Já, þetta er sett, það mælist frá því, við erum með svona planki við grifjuna, sem er oftast 2 metrum frá grifjunni. Þú mátt ekki fara yfir ákveðna línu þar. Þannig að við þá línu, ég byrja að mæla, og svo þar sem að þú í rauninni markar sandinn síðast. Þannig að þú lendir með fætuna til dæmis. Og rennur aðeins áfram. Og rennur, það sem þú lendir með fætuna er mælt. En ef þú lendir með fætunar og kannski missir hendina fyrir aftan bak, þannig að hendin er þá komin fyrir aftan fætunar, þá er mælt það sem að hendiðin endaði. Nei. Jú. Sumir hafa lendið, þetta er eins og... Lendir ekkert um hann á bakinu og mælt frá hnakka bara. Já. Sí. Það er svolítið. Ok, þú getur ekki tekið bara hérna og... Ég veit eins og stelpur að vera að lenda í vesinn að ef hárið slæst í sandinn. Nei. Þegar það er lenda. Nei. Jú. Hárið? Það er sem bara það sem síðasti endin sem það markar í sandinn, það er mælt. Já, ok. Þetta er svolítið brútalega. Já, minnst það. En hvað er það margir sentimetrar sem vantar hana? Þetta er ekki mikið. Þetta er ekki mikið. Ég man ekki hvað hann sagði á hann. Ég er 8,30 segi. 8,30 er svona meðaltali. Draumurinn er að geta farið yfir 8,50. Já. Það er Hvað er world record í þessu? Heimsmyndið er 8,95. Shit. Það er næstu 9 metrar. Shit. En það er væntanlega gott að vera bara mjög langur. Það er náttúrulega langbest ef þú ert hávaxinn. Já. En ég kannski, það segir svo sem ekki til hvort þú verður góður í langstökki eða ekki, sko. Það er náttúrulega allir mismunandi beygðir og með mismunandi styrkleika. Getur náttúrulega verið rosalega lágvaxinn en hlaupið ógeðslega hratt og verið með ógeðslega mikinn kraft. Og svo ertu með annan sem er ógeðslega hávaxinn, kannski ekki eins hraður, kannski ekki með eins mikið kraft en út í hann er svo hávaxinn að þá náttúrulega kemur það niður á hann. Eru menn ekkert að gera svona æfingar, hanga og með lóðum í sér að lengja sig? Ekki svo sem að ég veit en...
Ég myndi Hvað gera heitir þetta sem þú Já. trekkir á, Já, svona torture device. það sjáðu það fyrir þér eitthvað Já, svona. eiginlega, sko. Alveg Gera það langa bara. tæki það sem er búið að beislaði niður og svo reynda að toga þið í sundur. Svona teiknimynda. Smá hægt og rólega, skilur Ég held að myndi gera þetta reglulega yfir einhvern tíma, sko. Bara smá og smá meira í einu. Það myndi alveg stækka, sko. Já, Þetta hugsaði, er í sundur einn daginn bara. Já, hann var nú eitt sem að ég þekki sem að fór í svona og hann kona sem að var að sjá hann, hún gleymdi honum í tækinu, þannig að hann var bara í einhverju max-strekkingu í einhverja klukkutíma. svona Final Destination. Já.